Leppalúði lagði á stað, inn í laug í jólabað. Það var Grýla spörungskonan sem að skipað honum það. Tóma tösku með hann tók, tossa mið úr eldhúskróm, sem hún Grýla hafði greitt í gat á gamla prjónabrók. Hann átt að kaupa á Grýlu kjól, kassa af eplum smíðað tól, gransakökur, karamellur og svo karlmanns eyrnaskjól, einnig kert og kannski spil, kaldan bakstur væran til, og svo var það sirka fleira sem að enginn kann á skil. Þó var eitt sem vantaði, Veslings Grýla pantaði, það var það sem aldrei nokkur þjóð á jólum skammtaði. Það var popp og meira popp, popkorn handa hverjum kropp, heilu kyrnurnar á poppi þar til kjálkar sögðu stopp. Já, sendi ég ekki kaupstaðinn til að kaupa popp, maður? Hvar er poppið? Poppið? Já, poppið, maður! Skilurðu það ekki? Ég vildi fá popp svo við getum haldið hér upp á jólin. Já, popp! Já, popp! Eins og börnin í bíó nota og borða. Hann aftur heima var, heila fjölskyldan var snar, og þau sögðust engin jólin vilja popkorn væri í þar. Þá fór Leppalúði fjós, enda fékk hann mikið hrós, því á básnum hennar búkollu kom popkornsvél í ljós. Nú er fjör í fjöllunum, fyrna popp í döllunum, nóg að puða við að pakka inn hjá jólaköllunum. Popkorn trúðu börnin sjá, og hvað marga þau nú fá, enda Leppalúði Grýlu kall nú heldur hýr og brá. Nú er fjör í fjöllunum, fyrna popp í döllunum, nóg að puða við að pakka inn hjá jólaköllunum. Popkorn trúðu börnin sjá, og hvað marga þau nú fá, enda Leppalúði Grýlu kall nú heldur hýr og brá. Ertu núna ána, kella mín? Já, það er mikið að þú gast komið með þetta popp. Já, það er nú meiri læk núna þessum popp í dag. Enda er á enda þetta lag.